Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Matthías Örn Friðriksson, tvöfaldur Íslandsmeistari í pílu, forseti pílusambandsins, eigandi Life Darts Iceland og með pílukastið sem hlaðvarp og síðan ertu líka fyrrum knattspyrnumaður. Jú. Velkomin í 24/7. Takk fyrir það. Mér man alltaf þegar ég spilaði móti stóra manninum í annarkvort af miðjunni í Hafsendinum í Grindavík, sko. Mér langt að hjálpa beint í þetta. Botnaði þetta píla er? Píla er örugglega bara ein svo vinsælasta íþrótt á Íslandi, eða svona íþrótt sem að verða hvað vinsælust. Það er svakalegur uppgangur í sportinu og píla er íþrótt fyrir alla. Það geta allir kasta pílu, hvort sem að þú ert 9 ára, bara krakki í skóla eða komin á ellilífesaldur. Ég er sem sagt forseti íslenskas pílukastsambandsins og sem sagt yngsti iðkandinn okkar er 9 ára. Vorum með unglingamótaröð núna í febrúar, þar sem voru 30 krakkar. Frábært að sjá bara hvað þau eru rosalega góð, hvað tæknin er svakalega góð og bara þau eru klálega framtíðin. Og svo eru líka með okkar venjulegu mótaröð, meistaralok, og þar er elsti keppandinn 74. Þannig að þú veist, það geta allir kasta pílu, það geta allir verið góðir í pílu, en þú þarft að leggja alveg jafn mikið á þig, alveg eins og þú tengir þetta við fótboltann. Þú veist, þú verður ekki góður í pílu nema að æfa þig og já, píla er bara frábær íþrótt. Hvað árum við fyrir aðeins meir í píluna? Nú varstu bara í fótbolta og bara þokkalegur í fótbolta á marga leiki í bæði fyrstu öðstegn. Af hverju fórstu að keyra í píluna? Það eiginlega tengist svolítið Grindavík. Já. Ég elst upp á Dalvík og fyrir skóla á Akureyri, klára viðskiptafræðin í verkmyndaskólanum, klára er þar og er að spila með Þór í fyrstu deildinni og svona, þú veist, samningurinn að renna út og mér langaði aðeins að breyta til, fá að spila í efstu deild og sá að það var möguleiki þar í Grindavík, þannig ég bankaði bara upp á hjá Luka Kostic sem var þjálfari þarna 2010, bara kynnti mig og bara sæll, ég heiti Matthías, mér langar að spila í efstu deild og maður kom mæta á æfingar og hann bara, já, bara vá, ekkert mál og náði og gekk vel, fekk samning, við fluttum þannig að í byrjun árs 2010 og svona, já, ætlaði ekki liðið svona 1-2 ár að þá allt í einu kemur Scott Ramsey liðsfélagið minn og segir, Matti, píla, þú veist, hefur ekkert spáð, viltu ekki koma að kasta pílu? Ég bara, hvað píla, hvað er það? Ég hafði aldrei heyrt þessa íþrótt og bara vissi ekkert hvað hann var að tala og hann sagði, þú veist, heimsmeistaramótið er að byrja, þú verður að tjekka á þessu. Þannig að ég bara, ok, þá var hann að meina sem sagt heimsmeistaramótið í pílukasti sem er svona stærsti viðburðin á hverju ári hjá PTSC og ég einhvern veginn byrja að horfa og ég bara dregst alveg inn í þetta. Bara, vá, þetta er 3-4 manns brjálað partí, þú veist, þú ert skrítinn ef þú ert ekki í búning, þú verður eiginlega mæti í búning og þannig bara einhvern veginn byrjaði þetta og pílufélag Grindavíkur hefur alltaf verið sterkt, þannig að þau voru með flotta aðstöðu á þessum tíma, þannig að maður var að mæta og svona var æfingar á miðvikudögum og bara svona með fótboltanum og maður var orðið bara, já, svona þokkalega góður og svo einhvern veginn bara hélt þetta áfram, veist, maður var alltaf að kasta, veist, því að pílan er svo góð íþrótt með öðrum íþróttum. Þú getur ræft alltaf pílu með hinni íþróttinni hversu sem hún er, sko, því að þetta er svo einfalt og setur upp spjald á vegginn og svo ertu bara að kasta. Þannig að ég bara hélt því áfram og var svona, já, bara sá að svona meðaltalið og árangurinn var að fór stígandi og ég sá líka einmitt, sko, því ég byrjaði 2013-14
standardin á Íslandi, ok, hann er ekkit rosalegur, þetta svolítið, það rosa, ég á alveg sjens á að verða Íslandsmeistari, eitthvað sem ég hef aldrei náð held í fótboltanum, sko, og að gera eitthvað og þá mitt svona, já, wow, en eins og þessi, á þessum tíma þá var fótboltin alltaf númer 1 og svo bara líða nokkur ár og maður verður eldri og við eignumst okkar fyrsta barn og svona einhvern veginn þá við lendi höfuðmeiðslum orðin þarna eitthvað kringu 30-31 tveggja og fer svona að hugsa svolítið bara ekki bara komið svolítið gott að fótboltanum. Maður búinn að vera í þessu frá þeim á 5 ára og ógeðslega gaman en eftir að ég lendi í þessum höfuðmeiðslum þá fór ég að hugsa svona þá fór ég svolítið aðeins að það fór ánægjan svolítið úr sko leiknum, fannst mér. Ég hætti að leggja svo æfingum, ég var hættur að skalla boltan. Það myndi að síðast, ég bara, ef það var hotn á æfingum, þá var ég bara fyrir aftan og beið, sko. Og en var sem alltaf ákveðin í það, sko, alltaf þegar var leikur, þá var ég 100%, en á æfingum og svona, þá var ég ekkert mikið í að reyna skalla og lendi í einhvern svona svak, maður svolítið svona passasamur, það hafði náttúrulega líka bara áhrif þá á svona heildarpakkan, að hafa gaman af fótboltanum og svo lendum við í þessu áfalli þegar við eignumst okkar fyrsta barn sem það andaði ekki þegar það fæðist og það lífsreynsla sem er bara ég óska engum að gangi í gegnum hún eins og segi þegar líf fæðist þá andar hún ekki það tekur 40 mínútur að læknarnir voru bara með hana í herbygginu í endurlífgun í 40 mínútur og þeir voru við það að gefast upp þegar þeir finna einhver takt og þannig að hún fer á vökudeild og þetta voru 5 dagar sem að við fengum með henni og alveg það er rosalega erfitt að upplifa þetta en sorgin svakaleg og það var náttúrulega þetta var risa punktur í lífinu að lenda í svona lífsreynslu og svo verðum við ólétt aftur svona, nokkrum svona hálfu ári síðar eitthvað svoleiðis og það fæðist ósk og þá bara svona ef maður búin að lenda í þessu stóra áfalli maður er búin að lenda í svona höfuðmeiðslum og bara svona, ég bara og pílan farin að toga svolítið mikið í mann og ég var orðin svona svolítið betur og betur en ég vissi ef mér langaði að ná þeim árangur sem mér langar að ná í íþróttinni þá þyrfti ég að eyða meiri tíma í hérna þannig að ég sá fyrir mér að og svo bara voru þarna þjálfaraskipti í byrjun árs 2019 þegar Óli Stefán hættir og Túfa kemur inn og þá fannst mér það bara svona fín ákvörðun bara, við áttum von á ósk þarna í apríl og ég bara fókusa á svolítið á fjölskylduna og lifa líka svolítið píluna aðeins að því hún var svolítið farin að grípa mig, sko. Og þannig að þannig svona, bara þetta æxlaðist þannig, maður, 32 er kannski engin aldur fyrir að hætta í fótbolta og það er alltaf gaman að fara í fótbolta, maður er ennþá í bumbuboltanum en maður svona, maður var ekkert að fara ég veit ekki gera neitt meira held ég, maður var ekkert að fara að hjálpa liðinu eitthvað mikið og bara tími til að snúa sér að pílunni, sko. En kannski svona ákveðin hluti í lífinu sem gerast þannig að fókusin fyrir meira líka bara á fjölskyldina og líka að dregu píla meira til þín og fótboltinni svona búum að gera flest allt þar. Algjörlega, maður er búið. Ég sagði alltaf við sjálfum mig þegar mér hættir að finnast þegar mér hættir að finnast gaman að fara á fótboltæfingu og keppa, þá er eins gott að fara að snúa sem einhverju öðru, sko. Ég upplegaði nákvæmlega sama. Ég var búin að lofa sjálfum mig líka þessu, en bara því ég nenni ekki að fara á fótboltæfingu eða nenni ekki að keppa, þá bara hætti ég. Mér er alveg sem að vera gamall. Hans og Hæðir, heyrðu, mér langaði til að spyrja hvernig nær maður rána ykkur í pílu? Er svipað lögmál að vera bara góður í fótbolta? Þarf maður að leggja það mikið á sig? Já,
Í mínu tilfelli þá þarftu það og langt flestir af þessum bestu í heiminum eru búin að vera í 15-20 ár að tala að þú ert að toppa svolítið svona sem pílukastari í kringu fertugsaldurinn og þannig að það er alveg sömu lögmál og það hefur líka hjálpað mér hvað fótboltinn er svona agaður, hvað maður þarf að passa hvað maður borðar, maður þarf að passa sig að vera ekki einhver rugli og sem ég ákvað bara mjög fljótt, ég ætla aldrei að drekka, ég ætla aldrei að reykja og vera einhver rugli því ég ætla að vera atvinnumaður í fótbolta og að það einhvern veginn svona, það hjálpar alveg helling, en þú þarft að kasta hverjum einasta degi og þarft að helst að vera í kringum aðra sem að kasta líka, sem aðeins betra en þú. Það svo gott að hafa alltaf einhver markmið og það góða við pílukasti að þú getur alltaf settir markmið. Ég man þegar maður var að byrja, þá var markmið að gati ekki allan vegginn, skilur og reyna kannski að hitta í miðjuna eða reyna að ná 180 í fyrsta skipti. Og svo nærmaði því og bara, geggjað, skilur, það geggjað að ná, ég búin að fá fullt af snöppum af fólki, fyrsta 180, skilur, og alveg geggjað markmið. Svo bara, þegar þú búin að ná því, þá var alltaf eitthvað annað sem við getum settir. Það kannski að þegar þú mætir á þetta fyrsta mót, guð með góður, hvað maður var, það var bara, allir líka mér bara gerði eitthvað og maður búin að vera að æfa sig í skúrnu og mætti í mót og bara, andlegi parturinn er svo svakalegur í þessari íþrótt sko og og þannig að já, þú mætir í mótið, þú tapar verður ógeðslega brjálæður, æfir þig meira til þess að gerist ekki aftur, mætir síðan aftur, tapar aftur, skiljum og en svo einhvern veginn nærðu þessu markmiði, vinnur kannski ætlar að setja það markmiði í þessu móti, ætlar að vinna þennan leik, eða ætla að vinna þennan gæja og svo tekst það ekki og svo kannski næsta móti tekstu, þá nærði því að þú getur alltaf sama hvað öll á staðnum á þínum stað í íþróttinni þá eru alltaf einhver fjöll sem þú þarft að klífa og fjöllin mín eru önnur heldur en til dæmis þín ef þú verður að fara að byrja í pílkasti skilurðu, ég vil ekki bara hitta 180 ég vil reyna að klára 501 sem er svona aðal leikurinn sem er spilaður, ég vil reyna að klára hann í sko 9 pílum sem er svona svipað eins og að skora 5 mörk í leik eða fara holy höggi eða það er svona the holy grail sko, að ná 9 pílu leik og já, þannig að það er svolítið að miða þetta við sjálf og svo, kannski fallega við píluna að þetta er svo þú sérð bara svart á hvítu hvernig að ganga já. Það fer ekki vafa á því, bara skori segir sitt. Algjörlega, í fótboltanum þá gastu átt lélegan leik, en liðið samt vinnu leikinn. Og en í pílu er það bara þú. Ef þú lélur, tapar þau. Ef þú ert ekki ef fókusun er ekki 100% í þessum leik, þá bara, þá getur þú tapað. Og það er svo frábær svona andstaðan einmitt við fótboltan, að hvað er svona ólíkar íþróttina samt svona mjög mikið hér sko, ég meina ef þú fórst inn á fótboltavöllin og bara, shit, þetta er bara það var ekki að fara að ganga vel sko. Nei, nákvæmlega og eitt að mæta æfingu og annað að spila með fullt hús áhorfenda og það myndast einhver smá stress og pressa ég var alveg þekktur fyrir það á tímabili að vera besti bílskúrsspilari landsins ég var góður í bílskúrnum en svo fór maður í mót og maður einhvern veginn koksaði og svo síðan einhvern veginn þá bara eins og ég segi, maður setti tíman í þetta og kona mín sagði, ertu til að byrja aftur á fótbolta? Þetta er eiginlega þetta er of miklum tíma í þess að fjandans pílu sko, og fótboltinn tók nú mikinn tíma fyrir sko. Já, en þú talar áðan að þetta búið að vera mikill uppgangur í pílunni og náttúrulega maður sér það allan að hvað mikill áhugi fyrir þessu og ég meina þú sér bara staðina sem eru komnir niður í bæ og svo framvegis, þetta er bara alltaf tróðfullt. Já, og ég finn það líka eins og með íslenska pílukastsambandi aukningin þar inni er bara svakaleg. Já, þá í þáttöku þar og fólk sem að æfa bara. Já, bæði aðildafélög, við erum með 15 aðildafélög núna, það var tvöfaldast á síðast árið eða 2 og bara allstaðar það eru félög nánast
sko bara í öllum landsfjórðungum og okkur vantar félag á Ísafjörði, eða sérst á Vestfjörðum. Þannig að ef einhver Vestfjörðum að kasta endilega skrá sig og búið til félag. En uppgangurinn svakalegur og ég minna að vera í eins og Bullseye, á Snorrabraut. Þetta heimsklassa venue og staður. Og við vorum með, það var sem sagt, Reykjavík International Games sem alltaf á hverju ári. Pílukast búið að vera núna síðustu 2-3 árin, hluti af leikunum og það komið þarna erlendi keppendur í ár og þeir bara mistu hökur, þeir bara urðu agndofa og þeir voru komið frá Bretlandi sem svolítið mekka pílunar í heiminum. Þar PTC, þar öll stóri mótin, þar HM. Þeir bara, vá, það ekki til neitt svona hjá okkur. Þar erum við að spila á einhverjum svona sveittum bar sem kannski með 1-2 spjöld og að koma inn í svona umhverju, þetta bara, magnað, sko. Já, það líka bara þvílík stemning, sko, bara tónlist og búið bara að píla með vinjunum eða fjölskyldumönnum eða hvað sem en bara ógeðslega gaman líka og kannski það svo talar í byrjun, að geta allir hitt allavega einu sinni í spjaldið, sko, þáttur að kannski hintu að fara út fyrir, sko. Algjörlega. Og það pílan verður alltaf í mínum huga svolítið tvískipt. Það þessi fjölskyldu svona skemmti íþróttin, skemmtilegi hlutin af íþróttinni, að fara niður á Bullseye, panta sér spjald og svona alveg svolítið bara eins og fyrir keilu og svona. En það sem við viljum gera að stækka íþrótta hlutan, sem svona keppnis og afreks hlutan í rauninni af sportinu og fá að byggja upp sterka, góða, unga keppendur, þeir eru náttúrulega framtíðin og gera okkar góðu spilara ennþá betri og fá fleiri inn í þann hóp því að það ekkert langt þangað til að við förum að gera eitthvað út á stóra sviðinu, sko. Sem verður þá HM eða eitthvað slís. Já. Þannig að En af hverju heldurðu af hverju var þetta allt sínu svona vinsælt, skilur? Það bara Sko, ég held að það hafi átt sinn þátt í því að sjónvarpsstöðvarnar fóru að sýna þetta. Stöð 2 Sport byrjuði að sýna frá HM fyrir held ég 3-4 árum, eitthvað svoleiðis. Og þá einhvern veginn bara, ég kannast við alla sem að selja píluvörur á Íslandi. Já. Þekki þá, eða þau. Og það tæmdist allt eftir fyrsta móti. Það var allt hreinsað út, sko. Og síðan hefur þetta bara verið einhver svona snjóbolti sem hættir ekkert að rúlla. Og líka það að við höfum í sambandinu verið svolítið að einblína á og reyna svona að breyta svolítið móta umgjörun okkar, þannig að við fáum inn fleiri keppindur því það eru svo margir sem að spila í skúrnum heima hjá sér en þú ekki mætt í mót. Við viljum reyna að draga þá til okkar og við í ár erum við með í fyrsta skipti mótaröð sem að Novice-deildin, þá erum við bara svona deildir sem að allir geta skráð sig ef þú ert í aðildafélagi. Ferðin á dart.is, skráir í eitthvað aðildafélag, borgar árgjaldi og þá getur þú tekið þátt í mótónum okkar, IPS. Og þessi Novice-deild alveg mögnuð því að þú ert alltaf að spila við jafningja. Þannig að við horfum á í rauninni meðaltalið þitt, hvað þú ert að kasta í með 3 pílum og röðin í deild með svipum spilurum. Og síðan spiliði deildina og ef þú ert einna eftir 2 þá hoppar upp deild. Og svo ef þú ert rosalega góður og þá getur þú hoppað upp 2, 3, 4 deildir. Þannig að þetta er rosalega auðvelt fyrir nýliða að koma inn. Áður fyrir þegar ég byrjaði þá var, ég hef heyrt líka sumir veigrar sig svolítið við að þurfa að skrifa leiki því áður fyrir þá voru við ekki með þessar spjaldtölvur sem við erum með í dag. Það var allt bara á blað og þú þurftir að skrifa 501 og svo Matti á móti Begga og svo kastað þú þá skrifaði þú skoraði 45 og þá þurfti ég að skrifa 45 og reikna 501 mínus 45 og setja þá blað og þú þurfti að gera fyrir báða keppendur. Þannig að það eðlilega er starffræðin ekkert svona þessi partur af leiknum stressaði marga því að þú mætir á mót og þarftu alltaf að skrifa einhver leiki en það var svolítið bylting með þessar spjaldtölur nú ertu bara komið með kerfi
og það bara allt sjálfur, þú þarft að lesa spjaldið, þú þarft að telja hvað viðkomandi skoraði í hvert skipti, en ef þú ert ekki viss þá getur þú plúsað bara, hann heiti 20 pluss 18 pluss 3x12 eða eitthvað og bara ítir á enter og þá bara komið strax fyrir beint upp í skýið, þannig að hver sem í heiminum getur fylgst með öllum leikjum, öllum úrslitum og meðaltalið og svona komið strax í skýið, þannig að já, það búið að hjálpa gríðarlega að fá þessa bílskúrspilara bæði að stofna þessa deild og líka bara þessa tækni framfæri sem hafa verið í sportinu. Hversu langt þú frá, algjör spurning sem hún færði, hversu langt þú frá köllunum hana bestu í heiminum? Sko, það hægt að horfa á þetta bæði út frá meðaltali og líka kannski heimsóknum á spjaldi, hvað það tekur þið margar umferðir að klára 501. Aðaleikurinn sem spilaður 501. Sem þýðir það að þú ert með 501 stig, eða við báðum með 501 stig, og svo sem undan að koma sér niður 0, vinnur þann legg, og svo þarf að vinna x marga leggi, 3, 5, 7, 9, eitthvað svo leys. Og við á Íslandi höfum verið í kringum 7, 8, 9 umferðir að klára 1 legg, þeir á Norðurlöndunum í kringum 6 umferðir og þeir allar bestir í kringum 5. Þannig að 5 umferðir til að klára 501 stig 100 í meðaltal. Að fara 6 umferðir sem sagt, þá 18 pílur sem 85 average og Íslandi þarna einni umferða eftir sem í kringum svona 70 milli 50 og 70 í meðaltal. Við sem erum svona með þeim betri sem erum hérna höfum verið að fara út og keppa, ég sem sagt átti minn besta leik í Danmörku núna á Norðurlandamótaröðinni þar sem ég var með 93 í meðaltal og vann sem sagt 6-2. Þannig að þar ertu svolítið komin inn í ertu svolítið að spila með þeim bestu ef þú nærið að halda þér á því leveli á góður íslensku. Þannig að við erum 1 til 2 umferðum frá þeim allra bestu. Svona sirka bát. Þannig að þetta svolítið svona eins og að bæta tíma sinn í 100 metrar spretthlaupi. Þú byrjar að æfa þá nærðu fljótt árangri og bætir þig, en svo því betri sem þú verður, því erfiðara að bæta taka þessar auka sekundur af tímanum. Þannig að og það alveg eins í pílunni. Það þokkalega fljótur frá 40 upp í svona 60 average meðaltal, en allt frá 70, 80, 90 það rosalega mikið og þá þarf það að fara að spá í miklu meira heldur en þú þarf að spá svo mikið í pílunum sjálfum sem þú þarf að kasta, kaststílnum, því að ég bara svolítið á því að kaststílinn þinn þarf að vera eins einfaldur og hægtir, ekki vera að flækja mál, því þú ert að gera sama hlutin aftur og aftur og aftur og aftur. Þú þarft að geta kastað eins aftur og aftur og aftur. Þannig að hafðu þetta eins einfalt og hægt og æfðu nógu mikið þá sérðu árangurinn koma. Þannig að algjörlega. Þetta já. En eins og sé, þú getur æft alveg eins og ég sagði þannig, þú getur æft og æft heima, en svo þetta að mæta í mót. Og það þetta svo mikill hugar leikur að það eitt af því sem ég elska við hennar leik að hvað maður svona maður að kasta og svo alltaf byrja maður bara að titra bara einhver svona stress maður finnur bara og það getur bæði verið neikvætt því að ég er að kasta svo illa, ég hitt ekki neitt og bara eða þá að ég er að kasta til að verða Íslandsmeistari. Ég man þegar ég var fyrst Íslandsmeistari, ég átti þarna 3 pílur til þess að hitta 2x4 og ég þá bara, heyrðu, hvað að gerast? Þetta er svona eitthvað sem ég hef aldrei upplifað áður, möguleikann að verða Íslandsmeistari og mér leið svona eins og fyrst þegar ég mætti á mitt fyrsta mót. Það var alveg sami titringurinn.
en þarna sem betur fer þá bara, veist, þá kikkar inn bara reynslan, veist, og maður bara svona, veist, hitti með seinustu pílunni. Man velti fyrir sér, sko, eins og aðstofa marga gólfara, sko. Það yfirleitt þeir spá mikið í niðurstuguna og svona, það sem verða svo stressaðir. Þannig að þegar kannski að nálgast í út að vinna leikinn eða að verða Íslandsmeistari, þá er það pæla miklu meira í niðurstunni frekar en bara henda fjárn á spílunni, sko. Já, algjörlega. En ferðu í einu leik, ferðu eins og í fótboltanum, mannst þú upplegaðir og fúst í flæði, bara þú bara mannst ekki eftir einhver hlutum í leiknum, skilur mig, það sem þú hefur ekki tíma til að hugsa, þú ert bara í einhverju sóni. Ferðu í það sóni í pílunni? Já. Þú verður eiginlega að gera það. Þú verður að æfa því að komast í þetta flæði. Já. Og ég veit ekki hvað maður kallar, purple patch eða sko, já, því að, þú veist, ég hef alveg tekið eftir því að ef þú ert að fara að spá í, skilur, þú veist, að vanta bensin á bílinn eða, þú veist, konan þú veist, ég þarf að gera þetta því ég kem heim og eitthvað svona. Ef ég er að hugsa eitthvað svoleiðis í miðjum leik, þá get alveg sleppt ég að mæta, sko, og keppa. Því að, þú veist, þú verður að vera svo rosalega einbeittur og svo kemur þetta flæði stundum, þú veist, að þú bara hittir allt. Það er bara sama hvað, þú bara hittir það. Og þá einhvern veginn þarftu að reyna, þú veist, hvað var ég að gera? Þú veist, af hverju hitti ég svona vel? Og ég er rosalega mikill svona tækni gúrú. Ég pæli mikið í tæknilegu hliðinni af sportinu. Og þú veist, maður reynir að átta sig, þú veist, hvað var ég að gera þarna, því að sko, þú veist, eins og með gripið og svona, þú veist, ef þú breytir aðeins, þú veist, smá, þá getur haft svakalega áhrif á bara kastið þitt. Og bara líka, sko, ef þú ert ekki að finna hvernig þú ert að halda venjulega, þá getur það bara, sjálfstraustið bara farið og hittir ekki neitt. Þannig að, já, þessir ég man eitthvað hvað við tala og tæknin og detail að tæknin er náttúrulega ég hugsa mikið tæknina en já, þetta flæði einmitt, að flæðið það er magnað þegar maður nær að lenda í því. Yndislegt. Það er bara, þú veist, það er að sama hvað maður miðar á, þá bara hitti. Það er bara það er alveg magnað, sko. Svo hefur maður ekki tíma til að hugsa. En þú þarft líka að æfa það. Þú verður að æfa þig til að komast í það. Já. Því að það verður það fæðist engin góður í pílu. Nei. Þetta er allt svakaleg vinna. Og í rauninni bara að það sem þú ert að gera, þú getur átt einn og einn leik sem þú ert bara svona bara, þú veist, playing out of your skin á góður íslensku. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins, en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun, ásamt Sportförum og Your Super. Og Lavazza er alvöru ítalsk kaffi, hylki sem er umhverfisvæn, kolefnisjöfnuð og passa í allar Nespresso-vélar, og ég er búin að vera að dæla þess í mig, enda mikill kaffikall, og ég mæli eindregið með kaffinu frá Lavazza, enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég er búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því smakka sko grilluð kjúklingalæri. Fer náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott. Ég mæli með hummusin og flatbrauð, og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseðilinn sem er mese og tekur ég vel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldummeðlumum, eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box. Og ef þú ert ekki búin að prófa frá Sumac, þá ættir að gera það. Og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn, af því að þetta er sá allra besti staður sem þú getur fara á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta, og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta, af því að án ykkar þá væri engin þáttur, þannig að ég verð alltaf fyrir miklum
bara jákvæðum tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég er virkilega ánægður með það og það er heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta á það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. En pílan er eiginlega, þú æfir þig til þess að lélegir leikirnir verði ekki eins lélegir. Þú ítir þeim standard upp. Þú ferð ekkert neðar heldur en kannski 70 meðaltal. Þú ert bara alltaf þar. Þannig þú veist ef þú spilar þokkalega á móti þessum gæja sem er bara kannski 60-65, þá átt að vinna, skilurðu. Stöðuleiki, bara ná stöðuleiki. Stöðuleiki er alveg lykilorðið í þessu. Algjörlega. Ég vil að halda þess áframina. Hvaða bók er oft mest áhrif á því og hvað lærið á henni? Er þetta bókall? Nei, ég get ekki sagt það. Ég man ekki hvenær ég las seinast, ég hlusta svolítið bara. Hljóðbækur, Storytel. En ég man ekki hvað bók, ég man þegar ég var 14 ára í golfi. Það er líka hluti sem að það svolítið að passa sig á að fara ekki of mikið í tæknina að þegar þú ert að keppa, þú mátt alls ekki vera að pæla í tækninu þegar þú ert að keppa. Skilur, þá er það bara fókus á target, bara 60 reyturinn, bara kasta og bara eins og sé, reyna að finna þetta flæði. Ef þú fer að pæla í hvernig er ég að halda, er á hendin, hún er ekki svona, er ég að missa olbúan upp eða niður eitthvað, þá dettur úr öllu og tæknin og þú bara fer allt í rugl. Og ég man þegar ég var í golfinu þegar ég var 14-15 eitthvað á Dalvík og fekk hann að Tiger Woods bókina og bara, hvernig spila ég golf og ég las hana og hérna bara, vá, maður á bara að gera svona, hann gerir svona, ég ætla að gera þetta, ég aldrei hef lélir í golfi eftir það, sko. Það var bara, hún hafði svakalega áhrif á mig á svona neikvæðan hátt. Bara ekki, hérna, já, en þú kendir mann líka, svona, já, þú þarft að reyna að koma þér inn í þetta són þegar þú ert að keppa. Ekki hengja þig á tæknina þegar þú ert að keppa bísli. Þú býtur eftir æfingum en síðan þú ert mættur í keppni þá er það bara fókus. Þá þarf líka þegar ég mæti í mót þá er ég með það sjálfstraust að ég er búin að vera að kasta á hverjum einasta degi síðustu viku eða 2 vikur. Skilurðu? Þannig ég veit ég er búin að setja þennan tíma inn sem þarf. Þannig að nú er bara, bara njóta. Nákvæmlega. Sjáum bara hvað gerist. Skilurðu? Ef ég tapa þá bara, ok, fair play. En hérna þannig að, já. Algjörlega. Hvernig hafa mistök sett upp fyrir árangur síðan mér? Píla er ekkert nefn mistök, sko. Ekkert nefn mistök? Það er bara, þeir byggjast bara upp og það eru þau sem að hérna það er grunnurinn, sko. Þú lendir í einhverju og þú ætlar ekki að gera aftur. Því að maður tapar oftast, þú tapar fleiri leikjum í pílu heldur vinnur. Það er eiginlega bara þannig. Ekki nefnum sért bara world class, sko, spilari. En þeir eru samt núna, þeir eru það orðin það góðir margir, að þeir eru flestir allir að tapa. Og sérstaklega þegar þú ert í þessu ferli, að reyna að verða betri, þá myndu tapa og þú mynd gera fullt af mistökum og maður verður samt að læra bara að svolítið svona greina þig til þess að læra að þeim. Því að pílan er svo þú getur látið alls konar hluti truflaði og það eru keppendur sem eru þekktir fyrir það eða svona, fleiri sumir eru meiri en aðrir þekktir fyrir að vera með svona nokkra hluti sem að trufla sem að hérna, og það er undir þér komið hvort þú látir að trufla þig eða ekki þú getur staðið fyrir aftanan og verið að anda rosa hátt svona þú getur verið í pílónum eitthvað svona, að slá þeim saman og því að þegar þú ert að keppa í pílu þá er oftast engin læti, ekki eins og í sjónvarpinu. Þegar við erum hérna í Íslandi þá er bara þögn, það er margir að keppa á mörgum spjöldum og þú þarfst að sýna mótspilarinu virðingu og hinum sem er að keppa, annars færðu bara áminningu eða þeir eru vísa úr mótinu. En, menn gera mér í því? Já, alveg hægri vinstri, sko. Og leið og þú ferð að hérna tekur það svolítið inn að því og hérna, leiðu lætur það áhrif á þig, það eru mistök, skilurðu.
þú verður að vera svolítið svona hlutlaus, þú veist, bara það að ég man á einu móti að ég var að spila við mann sem að er þekktur. Ég vil meina það að ég geti spilað í gegnum allt. Það hefur aldrei neitt svona nýlega. Ég veit bara að ef ég spila vel þá á ég að vinna. Ég bara komin á þann stað í sportinu að ef ég spila minn leik þá ætti ég að vinna. En þarna var ég mitt, þá var hann svona aðeins að, við vorum að spila mikilvægan leik og maður komast í úrslita leik sem var sýndur í sjónvarpi og þá á ég er semst að kasta til að vinna, búin að á 56 þá ferði semst í einfaldan 16 og rauninni tvöfaldan 20. Þú þarft að klára á tvöföldu reytina sem ysti hringurinn og ég fer í 16 og þegar ég er að fara í 20 þá heyri ég að píla svona rennur meðfram borðinu bara svona og dettur á gólfið og ég bara svona náði að stoppa sem betur fer en er þá þessi keppandi, hann er svolítið þekktur fyrir, ég veit ekki hvort hann hafi verið að reyna þetta ekki, en hann er alveg þekktur fyrir að vera með 2 pílusett og svona kasta þeim á borðið, búa til smá læti, þannig að ég bara svona leið og ég heyri þetta þá bara, ég náði að stoppa og bakka og svona resetta og og ég hefði geta orðið brjálæður, snúið mig við og bara hvað í fjandanum ert að gera og svona og eða kvartaði dómaranum, hann er að reyna að hafa áhrif á mig en mér finnst það persónulega þú bara, ef eitthvað svona gerist ekkert vera spáið í skilur, stíðu bara tilbaka taktu andan, djúpt og svo bara kastaði og sem betur fer þá fór ég reyndar inn fyrir en svo hitti ég doppel 10 og bara takk fyrir leikinn, bara búið skilur, þannig að það hefði klárlega verið mistök að gera meira úr þessu. Þú þarft að reyna að díla við þetta svolítið bara hérna inni og bara spila pílu því að sérstaklega þegar þú ert komin út þegar þú komið kannski 2-3 manns á bakvið þig það þýðir ekki að fara að eins og maður sér þessa toppspilara það er eitt sem er þekktu fyrir það að láta áhörðunum bara heyra það og þeir hata hann það er bara komið, hann er bara orðin svona hann er Vladimir Putin, píluna, það hata hann allir, þannig að það er bara út af því að hann er að bregðast við svona, ef einhver þá, þannig að mér finnst það alveg magnað, að láta svona fara virkilega í töðunar ég man bara eftir einu strák sem ég var með mér í meistarleik fótbolta, ég var æfumannum ég hef bara sagt eitthvað eitt, gert eitthvað eitt og hann var off út æfinguna og mér er svo magnað, því að milli, áreitis og viðbrast, þá hefur val hvernig þú vilt svara, skilur þegar einhver er að trufla þig, hvort þú snúðu og bara stjúsis hálfviti og verður bara brjálaður, upplýður svaka tilfinningar og bara, hann er ekki sín með virðingu og svona dæmi, en það hefur bara áhrif á sjálfa þig og þá var markmiðun hjá þessum guð sem truflaði náð eða áhorfendunum náð. Algjörlega, og ég hugsaði þannig, hann veit ekki hvort hann sé að reyna þetta, meðvitað eða ómeðvitað, skilur að trufla, en ég þá horfi á þetta, ok, hann trúir ekki að hann getur unnið og þá einhvern veginn bara svona ég tæklaði þannig hann verður að gera þetta til þess að reyna að vinna leikinn það þýðir að hann heldur að ég er þá svona skilur, það byggir bara upp mitt sjálfstöðst meira að hann þurfi að reyna þetta og túlkaði hann og túlkaði þetta þér í hag í rauninni, þú verður að gera það eða þá bara pæla ekkert í þessu og bara, kasta skilur svo eftir leikin þá kannski hægt að rökræða nákvæmlega, hún segja sína skoðun að taka slaginn og þetta er svolítið bara þetta stjórnaði sem getur stjórnað held ég, en ekki? Jú, algjörlega sem ávið svo sem bara lífið og íþróttir og allt klálega. Hvaða ráð hefur verið fengið var þína sérfræðikundu sem ég ætla að setja sem píla sem er það magna og deilaði með okkur er það ömurlegt að þú þurfur að vara okkur við því? Hvaða ráð? Pílan er svolítið þannig sport að það er enginn sem kennir pílu það er enginn þjálfari í pílu ekki enn á Íslandi
þú þarft svolítið sjálfur að finna út hvað virka fyrir sjálfa Er engin svona grunn sérstakur stíll, skilur mig, þú ert með aðralegna fram og ég vil meina það sko að þú veist, ég bjóð til grunnnámskeið í pílukasti þar sem ég fer yfir svona helstu grunnþættina sem þurfa að vera í lagi en það engin sem sagt, þitt, þú veist, okkar kast verður aldrei eins, það engin með eins pílukast sem líka svona fallega við þetta sport, það getur hver sem eru góður í þessu, ef hann leggur nógu mikið á sig og pílurna líka, þú veist, það eru svo skemmtilegar, þú veist, þú getur leikið þér með og svona leikurinn að finna pílur sem að fljúa vel, sem að henta þínum stíl, þannig að það svo gaman að prófa sig áfram, þú getur fengið svona litlar mjóar pílur, þú getur fengið langar, mjóar, breiðar, þú getur breytt sko leggnum, fjöðurinni, veist, og maður alltaf að reyna að finna þetta pínu litla, því að svo litla breytingar, þú ert að kasta á svo lítinn reit sem svo langt í burtu að alla litla breytingar hafa áhrif þannig að það er svona magnað hvað maður getur leikið sér með þetta en þannig að í rauninni hefur maður, það ekki ekkert að hringja í einhver þjálfara og spyrja, það kannski aðalega þegar maður fer út að keppa og reynir svolítið að tala við þessa sem eru þessa bestu sem maður hefur verið að keppa við, bara að reyna líka varandi svona hvað þeir að æfa hvernig æfiru, ertu bara að kasta heimahöður í skúrnum eða ertu alltaf að fá einhvern í heimsókn sem að kasta með þér, ertu að spila á netinu, það er svona ýmislegt, eins og ég talaði við hann Daniel Larsson seinast við fórum út og þá var nefnt að nefna það að hvað er mikilvægt að reyna að keppa þóttu sért heimahöður að setja því einhvern svona keppnisskýr og hann einmitt hann kynntist einhverjum þegar hann var að spila á netinu og þeir mæltu sér mót alltaf að maður hittast alltaf einu sinni í viku og spila eitt leik og hann var bara, ég var bara það var bara eins og að mæta á fótboltavöllin sko. Ég var svo peppaður og bara ég hugsaði alltaf, miðvikudaginn, þá er ég að fara að keppa þannig að, og svo eru sumir sem að bara pæla ekkert í þessu og kasta bara og kasta og þannig að það er ekkit auðangar að gresja að maður þarf eiginlega bara að kasta fara í þetta ferðalag og nú ég komin ákveðið langt, ég svona með þeim betri á Íslandi og þá bara næsta skref að reyna að gera eitthvað úti og það risa tækifæri í boði núna í júní á þessu ári það sem að ég hugsanlega að fara að keppa við bara einn af topp 8 spilurum í heiminum í Danmörku. Það tækifæri sem að Íslendingi hefur aldrei boðist áður að spila við á bestu í sko 4.000 manna sal. Þetta hluti af sko svona heimstúr Professional Darts Corporation, PTC. Þeir fara út allan heim að kynna íþróttuna, taka með sér bestu spilarana og etja kappi við þá svona lokal gæja. Þeir hafa spilað við, farið til Ástralíu, þeir hafa farið til Dubai, þeir hafa farið til Bandaríkjana og að koma núna aftur til Danmerkur, við fórum í fyrra líka, þar sem að Michael van Gerwen sigraði Fallon Sherrock, konu, í fyrsta skipti sem að konan kemst í úrslitaleik á PTC og út af því að mér gekk svona vel, eða okkur Íslendingum gekk svona vel á þessari Norrlandamótaröð, núna fyrra árinu, þá ákvað stjórnin að bjóða efsta Íslendingnum að taka þátt á þessu móti. Þannig að efsti Íslendingurinn sem ég þessa stundina, það eru 2 mót eftir, ef ég næði að halda mér sem efsti Íslendingurinn eftir þessi 2 mót, þá ég að fara að stíga á svið í byrjun júní í Köpen að spila við kannski átrúnaða góðið mitt Gary Anderson frá Skotlandi. Ég man þegar ég las þetta á Twitter og ég bara, þá leiði mig líka eins og þegar ég fór mitt fyrsta mót, það var bara titringur, bara að fá að þetta bara svona að upplifa drauminn sko. Bara að fá að spila
þú veist, eins og að verja víti frá Messi, skilur við, hann Hannes. Þú veist, að fá að spila við bara besta spilar í heimi. Þetta bara geggja, sko, og bara geggja líka fyrir sportið. Já. Að eiga smá part í því að lyfta sportinu ennþá meður upp, því að þetta mun fá mjög mikla athygli þegar að nær dregur, þegar styttist í mótið, þegar við erum búið að draga og kannski fólk fyrir að sjá, ok, þessi er að spila við þennan, Matthías Örn er að spila við Michael van Gerwen, þú veist, þá held ég að ég veit ekki, þetta verður eitthvað svakalegt, sko. Það verður gaman. Hvað þessi gæjar úti, þeir eru bara að bara greiða vel á því að vera svona góður í pílu, ekki? Jú, þetta er bara þeirra bara full-time job, bara fullt starf. Þetta er bara sem sagt peningalistin, stigalistin hjá PTC er 2 ára rúllandi listi og sá sem er í efsta sæti heitir Peter Wright frá Skotlandi og hann er með kringu 2 milljónir punta á þeim lista, hann er búin að vinna þá 2 milljónir síðustu 2 árin, þannig að það er fullt af pening og bara það sá Íslendingur sem að kemst á þetta mót í júní, bara við þegar að mæta í fyrsta leikinn, þá er hann að fá í kringum 500.000 bara fyrir að tapa fyrsta leik og svo tvöfaldast að ef þú vinnur leikinn og kemst í næstu umferð. Þannig að... Og þetta er alltaf útsláttarkeppni sem er að fara hérna? Já. Það er alltaf svoleiðis. Alltaf þarna úti á, það var svo stóru. Það er eitt mót sem er svona riðlar og svo útsláttur. Já. En hérna á Íslandi spilum við oftast líka riðla og svo útslátt. Já. Þá er kannski 100 manns, við draugum í 8 til kannski 16 riðla og þú spila þá 3-4 leiki eftir hvað eru margir í riðlunum og svo er alltaf X margir sem komast áfram og þá er það útsláttakeppni. Þannig að sem að spilast þá til að einn stendur uppi. Sem séu verið í kalla flokki og kvennaflokki. Þó að sé, það er, þó maður haldi að sé eitthvað rými fyrir mistök, það er kannski ekki það mikið rými fyrir mistök. Þú ert að keppa, skilur við. Nei, í rauninni ekki. Þarftu eiga bara heldur góðan leik yfirleitt til þess að komast áfram að því að annars er þetta bara búið. Og við höfum svolítið verið að reyna að færa okkur yfir að meira hafa þetta eins og þetta er úti, sem er bara beinn útsláttur. Ef þú ferð út á skoska opna eða danska opna eða hollenska opna, þá er það bara þá getur við að ferðast alla þessa leið fyrir einn leik. Það er alveg magna. Það er alveg svo smá svekkjandi. Já. En eins og ég man, þú veist, þetta er líka þessi reynsla. Já. Þú veist, ég man þegar að ég spilaði vel núna í Danmörku á Norrlandamótaröðinni, komst 2 sinnum í 8 manna úrslit og hann félagi minn Kristján Sigurðsson sem er að vinna með mér, hann mætti líka, kom líka ásamt 2 öðrum og ég sá sjálfa mig svolítið í honum þegar ég mætti fyrst af mitt fyrsta mót sem var akkurat á sama stað 2019 fyrir 3 árum síðan þá mætti ég þarna og það veist bara gæti ekki neitt veist, bara tapaði þetta eru sem sagt þetta eru 4 mót 1 á föstudegi, 2 á laugardegi og 1 á sunnudegi og þannig þú fær allavega 4 leiki og ég tapaði með öllum og vann kannski 1 og 1 legg og eitthvað en það var svona til þess að upplifa þetta mæta á mótin, verða ógeðslega stressaður sjá hvernig þessi, hvað þeir eru góðir og bara svona upplifa þetta og svo mæti maður á fleiri mót og svo mæti ég aftur þarna núna 3 mánuðir seinna bara ekkert stress bara ekki neitt bara, heyrðu, þú ert að fara að gera eitthvað hérna skilur við þannig að þú veist, já að ég man ekki hvað ég var að tala um Nei, það kemur bara með reynslu líka að prófa að keppa og upplifa aðstæðunar og síðan er þá aðeins undirbúinur undir það næst og það er ekki ástæðan að hvað þið kalla reynsla okkur er fólk, maður fær svo mikið að reynslunni þú verður að læra á því að tapa algjörlega, já, og þú veist tala um mér hvað getur kent manni líka bara á lífið og svona sko. Eins og maður hefur svo sem lært á innri og ytri máta varandi hvaða fótboltinn kendir manni sko. Bara algjör skóli fyrir lífið síðast spurningin og mættir einungis koma einu skilaboð og framfara út lífið til annar eins líka hver var þessu skilaboð? Bara þig? Einu skilaboði byrja að kasta pílu Já þetta er rosa stór spurning sko og það er hægt að fara í
Það hægt að fara í alls konar pælingar en þú verður að sama hvað þú tekur þig fyrir hendur, þú verður að njóta þess. Það bara ef að ánægjan ekki til staðar þá þýðir ekki það, þá getur alveg eins farið að gera eitthvað annað. Og maður hefur fundið að maður finnur það þú ert kannski að kasta en þú ert ekki að kasta. Þú ert eitthvað að pæla í einhverju allt öðru og ert pirraður og það hefur bara verri áhrif, þú verður bara verri í pílu að kasta í þannig hugarástandi. Þannig að ef þú ert ekki að njóta þess sem þú ert að gera, taktu það bara pásu, fara að gera eitthvað annað, gótu síðan aftur þegar þú ert búin að hreinsa hugan. Þannig að Kannski bæði þess tilvíki og líka bara almennt í lífinu, menn að þú varst ekki að njóta fótbolta lengur og áskast að fara í bíluna sem hún dreif meiri ávinning af. Þannig að bæði í augnablikinu, að maður er ekki að njóta þess að maður hafa miklar áhyggjur af einhverjum öðrum hlutum. Líka held ég, eins og sem svona skilgreinu þína sögu, kannski hafa bara hætta í fótbolta eða ekki gefa ánægju og gera eitthvað sem gefa mann ánægju. Algjörlega. Það er bara. Og fara að kasta pílu. Hvar getur fólk fylgst með þér og fylgst með pílunni? Ég mæli með að fara og skrá sig í aðildafélag dart.is, það er semst heimasíða sambandsins. Þið getið fylgt pílukastinu með frábært nafn við erum á bara YouTube sem sagt Live Darts Iceland, við sýnum frá öllum mótunum og podcastið er þar og já en ég er ekki með neina einhverja svona athlete page eða eitthvað svo leið sko, ég er bara með Facebook og Instagram sko. Bara allir í pílu? Algjörlega. Matthías, bara takk innilega fyrir að koma og spjalla, það var gaman að skyggnast inn í heim pílumannsins og læra af því, þannig að bara takk innilega fyrir að koma og gangi sem allra best og við vonum að komist á móti og júni og fáir að upplifa drauminn. Takk fyrir mig. Leggur þitt að mörgum til að gera beðið betri stað.